Pétur, heldurðu að þú munir einhvern tímann hætta að brosa eftir þetta? Já, það verður allavega langt í það held ég, en já, eins og núna er maður bara í gæðsræningu og bara náttúrulega að vinna þetta með uppeldisfélaginu og já, ég er ágætis leik og þetta var bara, já, geggjast. Þessi leikur, þið náttúrulega komið bara 100% inn í leikinn og voru strax einhvern veginn komið í bílstjórasæti. Hvað heldur hafi skapað þetta fyrir ykkur? Bara undirbúningurinn og vera ekkert að flækja hlutina. Við höfum verið núna í síðustu leikum, held ég bara eftir Njarðvíkurleikinn og við farið að spila út á öðruvísi vörn og bara verið að skipta og já, við erum með smá bara svona læti og ég held að það hefur bara svona skópað þetta, allur undirbúningur fyrir þetta og hvernig allir bara í liðinu mæta stemdu til leiks. Ég meina eins og Friðrik Þór mætir hérna og spilar örugglega 15 mínútur pluss og er bara geggjaður. Bara, já, niður í 12 mann, bara geggjaður. Þetta var alltaf svona leikur þar sem að maður bjóst kannski við að KR myndi ná smá runni og eðlilega bara, en það kom aldrei. Var það eitthvað svona í haustum á ykkur kannski líka? Ég vona ekki, en ég meina við fengum náttúrulega, hvað er ekki bara ár síðan að við komumst við vorum 80 stigum yfir í hálfleik og náðum að glata því með ágætis frammistöðu Jóns Arnórs hérna á loka mínútunum. En núna voru menn bara rétt stiltir allan tíman og bara, menn vildi þetta bara, við vildum þetta meira heldur bara. Þú náttúrulega uppalinn hefur spilað með liðinu, komið með liðinu upp og þetta tókst núna. Ég meina, er bara eitthvað sér þetta nokkuð betur? Nei, þetta er náttúrulega bara að gera þetta fyrir uppeldisfélagi og fyrsti stóri titill sem félagi hefur unnið og gera þetta fyrir Helga og Axel sem eru svona á lokametrunum. Það er bara geðveikt og fyrir allt fólki hérna sem mættir. Geðveikt. Þín frammistaða í dag og þetta er helviti góðan leik, varstu bara klár? Já, ég sagði við sjálf á mig eftir miðvikudagsleikinn að ég ætlaði að vera MVP í þessum leik og ég meina ég mætti bara rétt stemmtur í leikinn og setti niður stór skot á það og maður byrjaði kannski svolítið shaky þannig að klikka stuttur í skotunum en þá getur maður bara bætt það upp með góðum varnarleik og frákasta vel og svona, þetta er bara, já, geðveikt. Hvernig á að fagna í kvöld? Já, það er spurning, það er ekki búin að segja neitt við hana, ég er opinn fyrir öll. Glæsileg.